Þakka þér fyrir, Ragnar Jóna, og leikar æsast nú látlaust, settar fram staðhæfingar, staðreyndir og áleitnar spurningar. Og síðastur hér fyrir kaffihlé Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, og hann ætlar að tala hér undir fyrirsögninni Nú fundið Norðurland, fortíð og framtíð efnahagslífs. Spurning hvort að falla einhverja bombur þar, gerð svo vel. Já, tæknileg mál eins og oft vil vera. Á hliðinni, hérna. Bara þarna fyrir aftan. Já, bæjarstjóri, enn sem komið Eiríkur, þingmenn og Þóroddur, þakk fyrir að koma hérna og ræða þessi mál í góðum hópi. Og þetta fínasta mæting, þó að þetta, eins og Ragnar Jóna kom yfir hérna áðan, það þetta mjög margt að gerast og við erum að missa mörgu. Það gott að geta lesið það í blöðunum sem hún sýndi okkur hérna, meðan við sitjum hér og ræðum þessi alvöru mál. En svona í grunninn, þá ætla ég að reyna að ég veit að ég í hálfgerðu hundasæti hér í dag, að það annað hunda- eða heiðursæti, að vera síðastur á mælendaskrá, og fundamenn eru búin að vera ansi þolinmóðir og hlustað á athygli. Þannig ég ætla að reyna að vera röskur og ég ætla að leitast við að fara yfir þessi 3 atriði hérna sem að á skjánum fyrir framan ykkur. Það að segja hvaðan við erum að koma, hvar við erum stödd núna og hvernig ástandi sé raunverulega, hvert við viljum fara og hvernig komumst við þangað. Þetta eru svona þeir þættir sem ég ætla að reyna að varpa einhverju ljósi á. Og við byrja á þessari mynd. Hún á Gleráreyrum árið 1902. Og segir ansi góða sögu. Þetta var þá stærsta steinbygging sem hafði verið gerð í sinni tíð hér norðan heiða. Þetta grunnurinn af sambandsverksmiðjunum sem urðu. Það voru orðnar þetta miklar árið 1965 og árið 1984 teygðu það sig hérna þar sem þið sjáu glögtu þetta sem þekkið að teygja sig yfir allt Glerártorgssvæðið og bílastæðin og þarna rauninni má sjá í hnotskurn hversu mikill vöxtur hafði verið á Akureyri sem iðnaðarbæ. Eitthvað var fólk að bedrífa hér. Hér var þetta öflug efnaverksmiðja og ég efast að það hefur verið rekin auglýsingastofa, en þetta auðvitað mjög fleygt. Það geislar af öllu sem hreinsað hefur verið með geisla. Þannig að það hefur kannski ekki verið textagerðarmenn mikið hérna. En við kunnum að framleiða sápu og dömubindi og meiri sápu og mildu handsápuna, og það svona gaman að geta þess að barnið, þetta fallega barn utan á handsápunni eða utan á barnasápunni, engin annar en Eurovision stjarnan okkar hérna. Þannig að það nú auðvitað margt breyst á þessum árum, ekki bara það að nú Eyþór að syngja í útlöndum, heldur hann hættur að prýða sápubrúsa. Við gerðum föt og glöggir geta kannast þarna við stórkaupmanninn Ragnar í J.J. Örfáum hárum ríkari. Guðlaugur Bragi var þetta heimilisvinnur í mínum uppvexti allavega og síðan íslenska lambakjötið, það kom í ýmiss konar mynd, en þetta eru sölubæklingi sambandsins frá 1980 fyrir Rússlandsmarkað. Það var virkilega gaman að skoða hvað við eigum í sarpinum hérna svona í þessari sögurannsókn sem við fórum í þegar ég var að undirbúa þennan fyrirlestur. Svona í stuttu máli
þá var hér allt og við vorum með ráðamenn með okkur að selja afurðir svæðisins. Þetta eiginlega alveg óborganlegt að fara niður þennan veg að skoða svona endurminningarnar. En hér var, eins og þið sjáu kannski upptalningunni þarna, hér var allt sem að í rauninni við þurftum til að bíta og brenna, ala okkur önn einhvern veginn, þrífa okkur og við vorum að mjög miklu leyti vorum að framleiða allt þar sem að nútíma maðurinn krafðist. Mér langar svona að síðustu að skilja ykkur hérna við þetta. Glöggir kannast þarna við kannski skeleggan bílasala hér í bæ sem að var áður skókaupmaður snemma á 9. áratugnum. Og við skulum aðeins skoða hvort að neti stríði okkur nokkuð hérna. Þetta var sem sagt auglýsing frá skóverksmiðjunni hérna niður á verksmiðjum og þetta var náttúrulega verulega flott flott verksmiðja og það var mikil hönnun og það rosalega gaman að fara hérna yfir þetta allt saman. En svona ennþá í þessari viljum til þess að skilja eða reyna að hafa skoðun á hvert við að fara og hvert við að horfa. Þá er best að reyna að glöggva sig á sögunni svolítið og spyrja sig hvað gerðist, af hverju leið þetta allt undir lok. Og ég nú ekki sagnfræðingur að mennt, hef bara svolítið gaman að sögu og svona horfi kringum mig og reyna að leita svara. Og ég lista þarna upp nokkra þætti sem að ég held að hafi raunverulega orðið til þess að þetta breyttist í rauninni þjóðfélagsgerðin hérna og samfélagi hér breyttist mjög stórum og eiginlega ég ætla ekki að segja óafturkræfum en í rauninni bara það sem gerðist var að framtíðin kom í stystu máli. Við hættum að vera samkeppnishæf sem vinnuafl, við hættum að vera samkeppnishæf á mörkuðum. Fall Sovétríkjanna og Sisi leiðinni, líkum við að segja, var þetta gríðarlega veigamikil þáttur. EFTA-samningurinn upp úr 1970 og síðan þetta innganga í EES eða undirritun EES reyndar kom okkur upp úr ákveðin kreppu sem hafi verið nokkur ár þar á undan en allt þetta í rauninni hefur stuðlað því að breyta þessu samfélagi okkar og ég gat ekki staðist að varpa þessari mynd á þetta var svona eins og þriðja ríki leið undir lok þá lokaði sambandi líka. Þetta svona sama symbolík einhvern veginn. En kíkum þá aðeins á hvað hélt áfram. Svo tökum þessa fyrri talningu og lítum yfir hvað hélt velli. Sjávarútvegur og vinnsla vissulega og svo samt í breyttri myndir sem ég kem betur inn á eftir. Kjötvinnsla, mjólkurvöru, kaffibrennsla, þetta enn til staðar. Skipasmíðar eða þó að eðlið þeirra hafi breyst og síðan drykkjarvöruframleiðsla. Nú hvað bættist við? Eftir að sambandsverksmiðjurnar lokuðu, eftir að einhvern veginn Norðurland hvarf ef við fylgjum aftur eftir titli erindisins sem auðvitað sótt eins og þið öll vitið í Kristján Jónsson fjallaskáld. Það bættist við til þess að lyfta okkur upp því að Norðurland hvarf auðvitað ekki neitt, það breyttist bara svolítið mikið. Og stóra lyftistöngi var auðvitað tilkoma Háskólans á Akureyri sem ég held að hafi verulega breytt ásýnd og áferð samfélagsins á svo marga lundu. Vinnslutækni ýmiss konar breyttist bæði í til að mynda sjávarútvegi og landbúnaði og við hér föngum það aldrei vel með því að breyta starfsháttum skipstöðvarinnar
vélsmiðja og annara sem að starfa í þeim geira og sem að til einhverju sem það spruttu upp svona mikrofyrirtæki í véltækni til að mynda. Þetta finnst mér mjög áhugavert að skoða. Heilbrigðisþjónustan óx sér ásmegin, við erum að þjónusta stærra svæði en áður og við erum eins og staðan í dag, við erum svo margt annað á Íslandi. Við erum önnur borgin og við erum hitt sjúkrahúsið. Og sjúkrahúsið Akureyri verður bráðlega fyrsta og eina sjúkrahúsið á Íslandi sem fær alþjóðlega vottun fyrir sína starfsemi og getur þá í rauninni tekið þátt í alþjóðlegu markaði á heilbrigðissviði. Nú, hugbúnaðargerð af sterkum heilbrigðisgeira, þá sprettur þetta, það vita þetta endilega ekkert margir, að það eru 2 hugbúnaðarfyrirtæki hér í bæ sem eru með heimamarkaði í Danmörku, Hollandi og Noregi og eru alls með 30 tölvunarfræðinga í vinnu. Þetta finnst mér merkilegt og reyndar af samtölum við þess ágætu menn að ráða, þá vitum við, og það mikil samhljómur í því hjá flestum, að flugsamgöngunar eru það sem við þetta þurfum að hafa spísinum og ég kem aðeins betur yfir hérna á eftir. Nú ferðaþjónustan, annað árið í röð, stærsti einstaki framleiðandi gjaldeyristekna þjóðarinnar og þar hefur þetta orðið afskaplega mikil breyting á frá því að sjávarútvegurinn var nánast einráður þar. Nú, svona í stuttumáli þá hefur breytingin átt sér stað að það hefur aukið vægi verslunarþjónustu og skapandi greina til viðbótar sem byggja ofan á sterkum grunngreinum í landbúnaði sjávarútvegi hér í fjórðungnum. Þetta lítur svona út í dag að við erum með sem byggjast á þessar sterku útgerðarhefð og vinnslu. Við erum með leiðtoga á landsvísu eins og Kjellesmiðjuna Frost, Rafeyri, Slipstöðina sem er með 160 karla bara hjá sér. Þessi fyrirtæki síðan sækja styrk til smærri byggðarlagana í kringum okkur, allt frá Sauðárkróki að Húsavík, en það eru vélsmiðjur sem að reiða sig, eða sem að Slippurinn reiði sig á að geta leita til við það að bjóða í stærri verkefni og annað slíkt. Það segir ansi margt það hversu mikilvæg samþætting þessa svæðis er. Það hvernig fyrirtækin á svæðinu vinna saman og byggjast saman upp. Nú, landbúnaðurinn hann hefur fært okkur 2 öflugustu kjötvislur á landinu, eða þær eru, ef við segjum að það sé SS, Ali, Norrlenska og Kjarnafæði, það er allavega þá helmingurinn af þessum 4 hér. Og við getum svo rifist hver sé stærst og mest og allt það, en það er bara diskussjón sem hefur ekkert upp á sig. Nú, einkennin eru þau að við erum svona frekar leiðinlegt svæði að sjálfu sér. Við erum, ef maður mætti lýsa þessu í svona 2 orðum, sem ég finnst lýsandi fyrir svæði, það er bara segla og það er stöðuleiki. Það er enginn hér sem að rasar mikið ráð fram, það er enginn að ana út í eitt eða neitt. Og það sem er mjög áhugavert þegar maður skoðar framleiðslu landshlutans, svona hagfræðilega, að þá er jafnt framlag frá atvinnugreinum, frá opinberri þjónustu, sjávarútvegi, iðnaði og svo verslun, ferðaþjónustu og svo framvegis. Þetta er ofboðslega jafnt. Þetta segir okkur svolítið, við reiðum okkur ekki á einhver eina stoð. Það þýðir að einhver áföll eða skakkaföll eru svona síður líkleg til þess að eiga sér stað hér. Og ég ætlaði ekki að fara, mörg ykkur hafa séð þetta hjá mér margoft áður, en við gerðum þessa svótgreiningu árið 2012. 2000 tegði síðan 2013 hjá Atvinnuþróunarfélaginu. Og mér langar bara að draga fram það sem að við sögðum þá og stöndum við enn. Að þetta væru helstu þættir sem að við yrðum sem samfélag að vinna í til þess að gera okkur gildandi og geta í rauninni stikað fram veginn, því annars erum við bara að klóra hvort öðru í litlum potti. Svo það sé nú bara sagt. Við verðum, í rauninni það er afskaplega leiðinlegt og ég veit ekki hver er að kenna, en raforkuskorturinn hefur leitt til þess, og þetta eru bara skjalfest dæmi og opinber, að Vífilfell hefur þurft að brenna hráolíu. MS hefur þurft að loka tímabundið, sjúkrahúsið hefur þurft að keyra á vararafmagni. Þetta eru 3 dæmi sem að ég myndi bara segja að væru óafsakanleg í rauninni fyrir okkur.
Á sama tíma þessi stað eru uppi eins og Landsnet sjálft viðurkennir að við séum nálægt þolmörkum, þá getum við ekki verið að bjóða mikið af atvinnustarfsemi velkomið til svæðisins til að setja sig niður svo fremur sem þau þurfi rafmagn. Það er einfaldlega ekki til, en við bara tölum ekki mikið það. Bein flugtenging við útlönd er algjörlega nauðsynleg og mér langar að fara aðeins með ykkur yfir eitt dæmi. Af því að ef að einhverjum fjármunum er varið í annað og hér er í sammála nafna mínum með og hef barist fyrir því líka, að það eru alveg, ég ætla að nota svo sterk orð að kalla það fáránlegt, að því fjármagni sem að úthlutað er til markaðssetningar á landinu, því fjármagni sem er úthlutað til markaðssetningar á Keflavíkurflugvellinum á sér, þetta auðvitað á uppruna sinn að mestu leyti í skatttekjum landsmanna allra. Og það að það er ráðist í átaksverkefni eins og Ísland allt árið, það auðvitað ætti að heita allt Ísland allt árið og fara síðan yfir í það að auglýsa aðra landshluta. Menn kvarta sáran yfir ágangi ferðamanna á Suðvesturhorninu og það auðvitað byrjaði ekkert fyrir en að fólk fór að hægja á sér í görðum í Þingholtunum. Þá einhvern veginn vöknuðu menn upp í vondan draum að kannski væri þetta bara ekkert svo sniðugt. Það þyrfti kannski að stuðla betri og jafnari dreifingu ferðamanna landið með því til að mynda að opna aðra gátt og stuðla að því með markaðssetningu. Það er enginn að tala um handvirkar aðgerði, það er enginn að tala um ölmusu eða bytlinga. Ég langar að fara með ykkur í örstutta excel-æfingu, hún er þannig að 2 flugvélar á viku, 180 manna vélar með 75% nýtingu, því 126 farþega í hverja vél, sinnum þá 2. Þessir í 52 vikur á ári, þetta eru 2 flug í vikur sem sagt, 75% nýting í vélinni, það eru rétt 250 manns á viku. Hver ferðamaður eyðir að jafnaði 165.000 krónum. Þetta fer út í það að heildartekjur eða heildarumsvif á svæðinu myndu fara í ríflega 2 milljarða, 2,150 eitthvað svoleiðis. Og af þessum umsvifum ferðamanna eða eyðslu ferðamanna á svæðinu fær ríkissjóður til sín og sveitarfélagið örlítið en aðalega ríkissjóður samt fær það bil 750 milljónir. Góðan þriðjung. Þetta vilja menn hafi hugfast þegar verið að tala um það hvað sé verið að eyða peningum í mögulega að gera þetta eða eyða peningum í markaðssetningu eða whatever. Það snýst ekki einmitt um það. Ég held að þetta sé einn ódýrasta fjárfesting að færi það svo fljótt tilbaka með að þetta gangi upp með þá peningar sem eru umræðinu af hálfu opinberra aðila. Nú áfram við ræddum sem veikleika tilvistarspurningu eða tilvistarkreppu Akureyrar. Erum við borgaða bær? Erum við raunverulega Raufarhöfn eða Reykjavík? Hvorum megin stöndum við? Héraðsmiðlarnir sem að staðsettir eru í Reykjavík, þeir auðvitað tala um Reykjavík og landsbyggðina. Þetta er eins fjarri lagi eins og hugsast getur því að landsbyggðin er svo fjölbreytileg að það er ekki hægt að tala um það bara við og hinn. En það er það hugafar sem hefur einhvern veginn vaxið og því miður þetta er mannlegt. Við sjáum alltaf best það sem er okkur næst og okkur þykir lang áhugaverðast hvað okkar eigin börnum eða eigin fjölskyldu er að farnast með í lífinu og erum svona síður að horfa út fyrir það. Þetta er alltaf það sama, við erum mest í túnfætinum heima hjá okkur og það er ekkert óbreytt með reykvíska fjölmiðla. Þeir eru auðvitað greina best frá því sem þeir sjá oftast. Nú, við erum búin að fara aðeins yfir hvert við komum, eða hvaðan við komum, hvar við erum stödd, svona sem hagkerfi og samfélag. Og það er kannski bara, þessar spurningar er hvert svo. Mér langar til að svara þessum spurningum, ég ætla að ykkur að lesa þetta bara, þá langar maður að líta til fortíðar og ég ætla að horfa alltaf 145 ár aftur í tíman. Gránifélag var stofnað 1870, það var tíma með 5 skip, millilandaskip í rekstri og þeir sem helstum flutningum til og frá landinu syntu voru sameinaða danska gufuskipafélagið og Gránufélagið. Það voru tíðari siglingar héðan heldur en í dag og þetta er einfaldlega kunstugt eða kyndugt verður maður að segja að 145 ára síðar skulum við standa frammi fyrir þessu að
Það í rauninni ógreiðari aðgangur til útlanda heldur en var, getum við sagt á þessum tíma. Það segir sína sögu þegar Magnús á Grund, sá mikli bóndi og hugsuður, hleypti heimdraðan og þá sigldi hann beint til Kaupmannahafnar. Hann hafði aldrei komið til Reykjavíkur, af því að þangað var einfaldlega ekkert fyrir hann að sækja. Og ég vil alls ekki gera þessar pælingar allar að einhvern slag Reykjavík og Akureyri eða suður norður Reykjavík landsbyggð. Ég er höfuðborgarbúi þegar ég er þar og mér þykir mjög vænt Reykjavík og vil einmitt að veg hennar sem mestan. En kjósi Reykjavík að segja sig frá landinu og losa sig undan skyldum sínum sem höfuðborg, þá segjum við bara gott og vel, það aðrir til þess að taka við þeim bolta og ég held að við hér ættum að reyna og Akureyri þyrfti að gangast við hlutverki sínu að verða burðarás í því að byggja upp hitt Ísland utan höfuðborgarsvæðisins. Við getum það svo vel og ég held að það sé einmitt vísir að því sem að Akureyri gerði með að bjóða flóttamenn velkomna til sín. Fyrst sveitarfélaga stígur fram á völlin og segir komið hingað. Nýlega könnu sínur jafnframt að fólk af erlendum uppruna það lýsir veru sinni hér viðmóti bæjarbúa og annað sem afskaplega vinsamlegu og jákvæðu og það sé gott að vera af erlendum uppruna staðsettu hér. Mér finnst það gefum henni von og segir henni líka að við erum með þetta alþjóðlegri sín. Við þurfum að taka upp þetta hlutverk okkar og axla ábyrgðina sem borg og það áhugavert að þegar við vorum valin áhugaverðasti áfangastaður Lonely Planet 2015 þá var einmitt í lýsingu Lonely Planet Iceland's second city, Akureyri. Þetta akkurat málið. Glöggt gests auga svo oft og auðvitað erum við borg. Og við höfum að horfa héðan og beint út, ekki að vera að hugsa eitthvað suður. Það bara einfallega, held ég, hugsunarháttur sem skilar okkur engu. Það bara hlekkir sem við þurfum einhvern veginn að brjótast undan og horfa aftur á bak og sjá hvernig forfeður okkar gerðu þetta. Fara svolítið á þann stað og taka það með okkur í nestin í framtíðina. Því að miðlæg stjórnsýsla og höfuðborg sem ekki vil gangast við skyldum sínum, það eitthvað sem ég held að við bara ættum ekki að standa undir eða búa við. Ég ætla að leyfa mér að halda þið fram að Akureyringar séu heimsborgarar. Þeir bara gleyma því stundum. Og á þessum nótum vil ég enda og þakka fyrir mig. Þakka þér fyrir, Lúli. Nú komið að langþráðu kaffihléi og við ætlum að vera komin hérna inn aftur svona korter yfir. Þá mun bæjarstjórinn á Akureyri flytja hér ávarp og síðan eru hér 5 þingmenn sem munu ásamt honum setjast í panel og eiga samræðu við ykkur sem að brennið örugglega í skinninu að fá nú að taka til máls margt af því sem að hér hefur komið fram. En sem sagt, kaffihlé þangað til svona korter yfir. Takk fyrir fyrirhlutann.